Já. Góðan daginn, velkomin til bæjarstjórnarfundar númer 542 í Ísafjarðarbæ. Í dag er 21. nóvember 2024 og klukkan er 17:00. Mætt eru til fundar Gylfi Ólafsson, Jóhann Birgir Helgason, Kristján Þór Kristjánsson, Nanný Arna Guðmundsdóttir, Magnús Einar Magnússon, Steinunn Guðný Einarsdóttir, Sædís Ólöf Þórsdóttir, Sigríður Júlía Brynleifsdóttir og Finney Rakel Árnadóttir. Starfsmenn fundarins eru Ardís Dögg Jónsdóttir, skjalastjóri sem ritar fundargerð og Bryndís Ósk Jónsdóttir, bæjarritari sem hér staðgengill bæjarstjóra. Fyrsta mál á dagskrá er tillaga frá forseta bæjarstjórnar breytingar á dagsetningum funda í apríl og maí vegna lagafrests samþykkt ársreiknings 2024. Nýjar tímasetningar verði þá miðvikudaginn 16. apríl og miðvikudagurinn 30. apríl og einnig fimmtudaginn 15. maí. Nánar þetta í meðfylgjandi skjali. Orðið er laust þessa tillögu. Og það er enginn sem hefur beðið orðið og þá ber ég tillöguna upp til atkvæða. Vinsamlega skefum við merki ef þeir eru samþykkt og þetta er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að máli númer 2, það eru frístundastyrkir. Þetta er tillaga frá fundi bæjarráðs, frá fundi númer 1303. Fundurinn var haldinn 18. nóvember síðastliðinn að bæjarstjórn samþykki að 10 milljónir verði eyrnamerktar verkefninu frístundastyrk á árinu 2025 og að fjárhæðin verði hluti af fjárhagsáætlun Ísafjarðarbæjar fyrir næstkomandi ár. Og jafnframt tillaga að bæjarstjórn samþykki að vísa gerð reglna og verklags úthlutun frístundastyrkja Ísafjarðarbæjar til skóla, íþrótta og tómstundanefndar. Orðið er laust þessa tillögu. Kristján hefur beðið orðið, gjör svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og þeir sem hlýða. Þetta kemur út frá bókun sem við í Framsókn komum með við fyrri umræðu fjárhagsáætlunar og sprettur þessi hugmynd svolítið upp að því að við höfum svo sem talaði þetta lengi en kemur svona núna upp það sem við teljum að við höfum loksins svigrúm til þess. Rekstur bæjarins gengur vel og að ganga betur og betur og komið því með þessa tillögu eins og stendur í þessu þá ekki búið ákveða hvernig styrkirnir verða. Sveitarfélagið hefur styrt íþrótta og tómstundar á margan hátt eins og kemur fram í minnisblaðinu meðal annars með að það er frekar ódýrt fyrir krakka í 1. til 4. bekk að stunda íþróttir sem var þá upphaflega íþróttaskóli HSV og er núna íþróttaskóli Ísafjarðarbæjar en aðrir frístundastyrkir sem að þekkjast mjög víða í mörgum sveitarfélögum hér á landi hafa ekki verið hér fyrir 5. til 18 ára, 5. bekk til 18 ára eða 10-11 ára til 18 ára. Og það er ein hugmynd sem komið hefur upp að þessi aldurshópur verður kannski byrjað með þann aldurshóp og hann verður þá, eða foreldrar barna í þessu verður þá styrt sérstaklega þetta. Við teljum þetta bæði náttúrulega létta undir með fjölskyldufólki, við vonum að þetta verði hvetjandi fyrir krakka sem að koma af heimilum sem að eiga minna milli handana og vera þá að stunda íþróttir og tómstundir og verður sérstaklega fróðlegt að sjá því að þáttaka er misjöfn meðal innflytjenda, hvort að þetta muni hjálpa til við það því það hefur verið reynslan að miðað við sviðsstjóra íþrótta og tómstundasviðs að þeir krakkar taka þátt miklu betur núna í 1. til 4. bekk en flosna virðist vera upp úr eftir þann aldur. Það var tekið bara vel í þetta í bæjarráði og ég held að þetta lýsi bara þeim samstarfsvilja sem bæjarstjórnin hefur haft
það er tekið mjög vel í hugmyndir og það eru ræddar og skjallettar og þetta er bara komið vel upp og ég held að það sé allir sammála að þetta sé leið til að fara. Ég held að sveitarfélagið í dag sé að gera bara mjög vel eftir að það fór að ganga betur hjá okkur við barnafjölskyldur. Ef þetta verður samþykkt og kemur inn, þá erum við einnig farin að vera með fríar skólamáltíðir. Þannig að þetta er orðið athyglisvert hvað barnafjölskyldur, og það væri gaman að taka það saman hvað þessi bæjarstjórn hefur í rauninni gefið að gera þessu ári fyrir barnafjölskyldur, og það eru hugmyndir sem hafa komið allstaðar að, fríar skólamáltíðir, þessi hugmynd sem kom frá Bikka, Jóhanni Birki á sínum tíma lækkun fasteignagjalda og annað sem að þessi bæjarstjórn hefur verið að gera. Ég held við séum bara góðri leið, bæði í rekstri og fyrir íbúana okkar, og ég held að við getum bara verið nokkuð stolt af þessu hjá okkur. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Kristján. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið? Gylfi, gjörðu svo vel. Já, forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Ég vil taka undir þessi góðu orð sem að Kristján kom með. Það er að vísu auðvelt að vera skemmtilegi frændinn þegar að maður er með stóran poka af nammi. En það er náttúrulega ekki alveg þannig að þetta hafi komið algjörlega upp í hendunar á okkur. Við höfum náð að standa saman líka í ýmsum ákvörðunum sem hefur þurft að taka, sem að hafa haft jákvæð áhrif á rekstur bæjarins. Við erum svo sem kannski búin að gleyma því, en það var ýmis konar tiltekt sem að þurfti að fara af stað, til dæmis í tengslu við málefni fatlaðra, sem að var ekki alveg einfalt eða augljóst að það hefði getað farið jafn vel og það hefði gert, og okkur sýnist svona á flestu að hafi borið árangur. Þannig að ég er bara mjög ánægður með að að við höfum svigrúm til þess að mæta þessum hugmyndum Framsóknarflokksins og Sjálfstæðisflokksins. Þetta eru í sjálfu sér ekki einu tillögurnar sem hafa komið frá þeim sem hafa verið samþykktar, enda eru þær yfirleitt samþykktar mótatkvæðalaust eða orðalaust, vegna þess að samtalið okkar utan funda og á bæjarráðsfundum og víðar í nefndastarfi og í hafnarstjórn og víðar, að þar eru umræðurnar frjálsar og opnar og tekið vel í allt sem að skynsamlegt er, og ég vona að það sé tekið þá jafn illa í það sem er óskynsamlegt. Það fylgir þessari tillögu eða tímasetningu hennar að hún er ekki útfærð neitt sérstaklega ítarlega. Það fylgir talsvert gott minnisblað frá sviðsstjóra skóla- og tómstundasviðs, en útfærslan er eftir, og þar er að mörgu að hyggja að passa að þetta nýtist þeim sem að mest gagn hafa af því, og að og það sé svona einhver fyrirsjáanleiki í þessu fyrir bæinn, svo að við sitjum ekki uppi með háan bakreikning í formi viðauka ef reglurnar eru gerðar of rúmar. Heldur að við séum það frekar kannski hófværari eða varfærnari í reglusetningunni, til þess að vera svona þokkalega viss um að þessi fjárveiting dugi til. Takk, Gylfi. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Steinunn, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, tilheyrendur, ég ætla bara að taka undir mér, víst vel á þetta. Maður heyrði alveg fyrir kosningar síðast að þetta var í umræðinni og fólk var að óska eftir þessu, og það var alltaf svolítið bundið við 1. til 4. bekk, en það kemur svo kannski svona allan að finna það hjá mér og mín stráka, það kemur svona meiri alvera í hvað þú ætlar að æfa og svona eftir það, og þetta geti alveg hjálpa til þess sérstaklega þeim sem þurfa. Þannig að ég held að þetta sé bara mjög jákvætt skref, og varum að ræða við eina í dag að það er alveg ótrúlega margt sem að hefur komið til núna til að létta á barnafjölskyldum, og sannarlega við ættum að vera eftirsókn að verðt samfélag að búi, og heldur við mættum svo bara bústa þetta aðeins upp og fara í markasetningu og kalla enn frekar barnafólk til okkar. Við hefum allavega nóg pláss í minnikjörnunum, leikskólapláss og skóla, og þetta sé alveg full ástæða til. Takk, Steinunn.
Eru fleiri sem vilja taka til máls? Svo er ekki, þá ber ég tillöguna upp til atkvæða, vinsamlega skemmi merki ef þau eru samþykk og þetta er samþykkt samhljóða. Þriðja mál á dagskrá, við erum komin þá í viðauka, þetta er viðauka við fjárhagsáætlun, viðauki nr. 17, þetta er tillaga frá fundi bæjarráðs nr. 1303, frá fundinu sem var haldinn 18. nóvember að bæjarstjórn samþykki endurmat á 12% stofnframlagi sveitarfélagsins og þar með viðauka 17 við fjárhagsáætlun Ísafjarðarbæjar vegna aukins stofnframlags í verkefnum tengdum sölu á íbúðum á Suðureyri og Þingeyri til Brákar. Áhrif viðaukans og rekstrarniðurstöðu samstæðu Ísafjarðarbæjar eru 0 krónur og það hvort vekja A og A plus B. Orðið er laust þessa tillögu. Og það er enginn sem hefur beðið orðið, þá ber ég tillöguna upp til atkvæða, vinsamlega skemmi merki ef þau eru samþykk. Þetta er samþykkt samhljóða. Og fjórða mál á dagskrá, það er einnig viðauki tillaga frá fundi bæjarráðs nr. 1302, fundurum var haldinn 11. nóvember að bæjarstjórn samþykki viðauka 16 í fjárhagsáætlun Ísafjarðarbæjar 2024 vegna alþingiskosninga. Áhrif viðaukans á rekstrarniðurstöðu samstæðu Ísafjarðarbæjar er aukinn kostnaður 2,6 milljónir rúmar og áhrif viðaukans á sveitasjóð A-hluta er lækkun hagnaðar það sem því nemur, 2,6 rúmar. Og lækkar rekstrarafgangur því úr krónum 187 milljónum í 184,5. Orðið er laust þessa tillögu og það er enginn sem hefur beðið orðið og þá bið ég ykkur að gefa mig merki ef þið eru samþykkt þessari tillögu og þetta er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að 5. máli, það er einnig viðauki og varðar velferðarþjónustu Vestfjarða. Þetta er tillaga frá fundi bæjarráðs nr. 1302 frá fundinu sem var haldinn 11. nóvember síðastliðinn að bæjarstjórn samþykki viðauka 14 við fjárhagsáætlun Ísafjarðarbæjar 2024 vegna velferðarþjónustu Vestfjarða, vegna skammtímadvalar á Reykhólum og stuðningsþjónustu innan heimilis. Áhrif viðaukans á rekstrarniðurstöðu samstæðu Ísafjarðarbæjar eru 0 krónur. Orðið er laust þessa tillögu og það er enginn sem hefur beðið orðið, þá ber ég tillöguna upp til atkvæða, vinsamlega skemmi merki ef þau eru samþykk þessu og þetta er samþykkt samhljóða. 7. mál á dagskrá, það er þjónustukjarni á Þingeyri, Blábanki, tillaga frá fundi bæjarráðs nr. 1302 frá fundi sem var haldinn 11. nóvember síðastliðinn að bæjarstjórn samþykki endurnýjun á þjónustusamningi Blábankans samfélagsmiðstöðvar á Þingeyri við Ísafjarðarbæ til áranna 2025 til 2027. Orðið er laust þessa tillögu. Sædís, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir sem á hlýða, þar sem að ég sitt sem stjórnarformaður Blábankans, þá tel ég mig vera vanhæfa að taka afstöðu í þessu máli og mun þín víkja fund á meðan. Takk fyrir. Takk fyrir það. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið? Svo er ekki, þá ber ég tillöguna upp til atkvæða. Vinsamlega skemmi merki ef þið eru samþykk og það eru 8 sem samþykja þetta og Sædís vék á fundi á meðan. Þá erum við komin að 7. máli og það eru einn viðaukinn. Þetta er tillaga frá fundi hafnastjórnar nr. 256 sem haldinn var 5. október síðastliðinn að bæjarstjórn samþykki viðauka 15 við fjárhagsáætlun Ísafjarðarbæjar 2024 vegna kaupa á nýjum þjónustubíl við hafnir Ísafjarðarbæjar. Áhrif viðaukans á sveitasjóð A-hluta eru 0 krónur og rekstrarafgangur því óbreyttur og sömuleiðis í A- og B-hluta. Orðið er laust þessa tillögu. Og það er enginn sem hefur beðið orðið, þá ber ég tillöguna upp til atkvæða, vinsamlega skemmi merki ef þið eru samþykk og þetta er samþykkt samhljóða.
8. mál á dagskrá, það er Tunguskeið í Skutulsfirði, nýtt deiliskipulag á svæði I2. Þetta er tillaga frá fundi skipulags- og mannvirkjanefndar númer 641. Fundurinn var haldinn 14. nóvember síðastliðinn og fjalla tillögun að bæjarstjórn heimili málsmeðferð í samræmi við 40. grein skipulagslaga númer 123 frá 2010. Orðið er laust þessa tillögu. Og Jóhann Birkir beðið orðið, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Hérna liggja fyrir nokkrar teikningar og eitt af þeim skjölum eru stækkunarmöguleikar og ég veit þetta getur verið alls konar vandamál við þessi skipulagsmál en það því að ég nú stundar golf og þetta fer nú yfir golf æfingasvæði eða hvað heitir þetta? Þetta heitir æfingasvæði og litla völlin byrjendavöllin þannig að þá held ég nú að golfarinn sjá nú ekkit því til fyrirstu að fara yfir þessar litla völl og mætti svo sem alveg ræða með þetta æfingasvæði en ég held að þetta væri rosalega gaman að sjá þetta allt sem eina heild, allavega sem sagt að hugsa þetta sem eina heild þó svo við skipuleggjum þetta ekki því að það hefur alveg verið hjá golfklúbbnum rætt að færa golfskólann yfir á því hann er á snjóflóðahættusvæði og sem sagt að þarna er nú oft troðin göngubraut sem sagt og er mjög gott veður fyrir gönguskjamenn að ganga þarna á þessu svæði og þá er nú oft verið vandamál með aðkomu að því svæði og það er ekkert þá salerni eða neitt og þá gæti ef að golfskáli myndi nú færast þarna yfir þá gæti þetta verið hluti af því þannig að svona væri rosalega gaman að horfa á þetta sem eina heild og þó svo að í þessu tilfelli eru við kannski bara að hugsa að bæta við nokkrum íbúðarhúsum að við myndum kannski horfa á þetta sem eina heild og þannig að við værum ekki að loka á eitthvað sem að gæti verið spennandi, þetta gæti kannski verið bara 20-30 ára verkefni en allavega væri sniðugt að horfa á þetta og kalla allavega golfklúbbinn að og svona ég veit að það er búið að vera mikla pælingar þar og að snúa þessu öll á hvolf en þetta snýst þetta alltaf peninga en þetta er allavega mér líst rosalega vel á að það sé verið að fara í þetta og ég kem bara með þetta innlegg í umræðuna. Takk fyrir þetta Jóhann Birkir. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið? Gylfi, gjörðu svo vel. Forseti og bæjarfulltrúar og þeir sem heima sitjið, já ég bara tek undir þetta Jóhann. Það væri gaman að sjá þetta, hugsa þá í einni heild, þá eru alltaf vandamál með langtíma og skamtíma hagsmuni vegna þess að eftir því sem þegar maður er búin að bæta þessu við að þá sjálfsögðu vill maður sjá gamla fótboltavöllin, teiknaðan inn líka og það sem hefur samkvæmt aðalskipulagi verið skilgreint sem lóðir fyrir léttan iðnað eða þjónustu, ég man ekki hvort það var. Í öllu falli er það ekki íbúðar byggð, þarna fyrir aftan tengivirkin og svo á fótboltavöllinum gamla. Mér finnst það ekki vera síðri hluti af þessari heild sem að þyrfti að skoða, þó að það sé, þó að deiliskipulags breytingin, þó að ég sé sammála þeirri sýn að það er að breyta því deiliskipulagi núna sem hægt er að breyta án þess að breyta aðalskipulaginu. En ég veit ekki að hversu miklu leyti hægt er að vera að fara í einhverja diskussjónir út fyrir deiliskipulagsreitin við slíka ákvarðanatöku. Takk fyrir þetta Gylfi. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið? Það er allan að koma hérna gott efni fyrir þá sem að koma að þessum málum. Ég ber þá tillöguna upp til
atkvæða vinsamlega skeið með merki ef þeir eru samþykkt þessu. Þetta er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að 9. máli á dagskrá, það varðar úrgangsstjórnun og svæðisáætlun. Þetta er tillaga frá 2 nefndum, annars vegar frá skipulags- og mannvirkjanefnd frá fundi númer 641, frá fundi sem var haldinn 14. nóvember og eins frá umhverfis- og framkvæmdanefnd frá 152. fundi sem var haldinn 7. nóvember að bæjarstjórn samþykki svæðisáætlun meðhöndlun úrgangs á Vestfjörðum 2024 til 2035. Orðið er laust þessa tillögu. Gylfi, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Þetta skjal hefur komið nokkur sinnum fyrir okkur í ýmsum myndum á fyrri stigum og nú hér lagt fram til loka samþykktar. Þetta er unnið á vettvangi Vestfjarðastofu og öll sveitarfélögin sem eiga aðild þar eru þá með í þessu. Þetta er mjög ítarlegt, 100 og eitthvað blaðsíður og var líka til umræðu á þingi fjórðungssambandsins í haust þar sem ákveðna deilur voru það hvort að þessa svæðisáætlun ætti að útfara með þeim hætti að setja nokkra milljónir í að ráða hlutastarfandi hringrásarfulltrúa fyrir sveitarfélögin. Það vakti athygli á þeim fundi að það var mjög mjótt á mununum í atkvæðagreiðslunum hvort að þetta væri skynsamlegt og ég sem formaður bæði fjórðungssambandsins og Vestfjarðastofu hef látið þá skoðun í ljósi að Vestfjarðastofa og fjórðungssambandi þurfi að haga sér með þeim hætti að jafnvel þó að meiri hlutin hafi samþykkt þetta þá þurfi þetta verkefni að vinnast með hliðsjón af þeim sjónarmiðum sem að þar voru færðar fram sem að svo ég segi það bara hér í pontu, það var ótti það að svona þetta þriðja stjórnsýslustig sem á gráu svæði hefði ekki umboð til þess að taka ákvarðanir og það gæti svona kannski orðið frekar kannski lítið úr þessu vegna þess að það er á sama tíma verið að samræma það sem að gert er með sorpið í Árneshreppi og á Ísafirði þó að þessi 100-faldur munur á íbúafjölda og ýmsar aðstæður frábrugðnar. Og maður sér það raunar í þessari svæðisáætlun að það sem að samræma á reglur að þá er gert ráð fyrir að samræma þær í 3 til 4. Mér minnir að það hefur verið í verðskrá eða í fyrirkomulagi að það er að samræma það niður í 3 til 4 og mér finnst ekki rosa mikil samræming í því verandi með 9 eða 8 sveitarfélög og búa til stórt verkefni úr því í samræmingu. En þetta eru alveg óheyrilega flókin mál og því miður eiginlega engin sérstaklega góðir kostir í þeim. Við gerum kröfu að þetta sé hagkvæmt og umhverfisvænt og það virðist vera mjög erfitt að sameina þetta tvennt. Hugmyndir sorpbrennslu hafa til dæmis verið skoðaðar og verða svo sem aftur skoðaðar samkvæmt þessari stefnu á næsta eða þar næsta ári. En þetta hefur verið skoðað, það hafa verið skrifuð minnisblöð og þau hafa verið færð fyrir ýmsar nefndir bæði þessa bæjar og annara sem að sýna að það sé því miður ekki jafn skynsamlegt og maður sem svona tekno-optimisti sem maður hafði vonað. En núna er þessi svæðisáætlun þá samþykkt og við getum þá unnið með hana, hún er ekki bara áætlun heldur líka bara mjög verðmæt svona gagnasöfnun og ég vona að það hljótist eitthvað gott af þessu. Takk fyrir þetta Gylfi. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Jóhann Birkir, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og þeir sem eru að hlusta. Ég var nú einn af þeim sem að var með efasemdir hringrásarfulltrúann og ég ætla að fletta henni upp þannig að þið getið flett upp á þessari blaðsíðu ef þið viljið. Hún er blaðsíð 38. Þar er sem sagt farið yfir tekjur og gjöld og allt það hjá öllum sveitafélögunum og ef við
vöndum okkur ekki og horfum, að því við verðum alltaf að horfa á peningalegu hliðina líka, það er alltaf hluti af þessu. Auðvitað skipta umhverfismálin mjög miklu máli, en peningamálin gera það líka hvort sem okkur líkar að betur að vera. En ef maður horfir á þessa töflu 8 sem þarna, þá má sjá það að Reykhólahreppur, kostnaður við sorpmálinu á Reykhólahrepp eru 120.000 rúmlega per íbúa. Og meðan á Ísafjarðarbæ er þetta 39.000 rúmlega. Þetta er bara, að hluta til er það náttúrulega stærra hagkvæmnin, en að hluta til er þetta bara þegar fólk hugsar ekki peningin, heldur fer ákveðna leið án þess að hugsa hvað það kostar. Að því að við getum alltaf falið okkur bak við lögin að íbúðir er bara að borga það sem þetta kostar. Og mér finnst það bara ekki alveg réttlætanlegt að nota lögin í þeim tilgangi, því við verðum að horfa til þess hvað það kostar. Það er, ég vil nú ekki fara yfir þetta allt, en sem sagt, það er verið að tala hérna það sem er urðað, og það er tekið hérna fram að Ísafjarðarbær fer með þetta í svokalla landmótun, sem sagt jarðgerðarefnið, og svo er talað að sumir keyri þessu til Gæju, sem sagt stóru stöðinir í Gæju. Það er nú bara engin munur á því að Gæja er nú bara ekkert að virka eins og flestir vita, og spurningin er ef við ætlum að fara í að molta og jafnvel taka allan garðaúrgang, því það má ekki keyra honum þó að sé trjágreinur og gras, þá þarf að molta þetta með til þess að þetta uppfylli lögin. Og gott og vel, ef við gerum það með tilheyrandi kostnaði, hvað ætlum við svo að gera við moltuna? Það er engin maður á Íslandi komið með lausn í því. Eina sem við gerum þá við moltuna er að við keyrum henni á sama stað upp í Dagverðardal og áður, því að hún er ónýt í þeim tilgangi að það er bara rusl og drasl í henni sem að enginn vill fá í garðinn sinn. Þannig við erum að horfa vel á þetta, og ef við ætlum að fara blanda öllum sveitafélögunum í þetta, og við náttúrulega stæðst og kannski berum mesta ábyrgð á þessu. Eina leiðin til þess að koma þessu í einhver skikk er að byggja bara almennilegt húsnæði yfir sorp, móttöku og jarðgerð. Það er bara málið. Og þá erum við líka að tala að við erum að fara fjárfesta fyrir 500.000 milljónir, og sem sagt þrátt fyrir að ég sé í Sjálfstæðisflokknum og vilji bjóða hluti út, þá vil ég líka hafa hagkvæma, og við þurfum að passa okkur að vera ekki einokun, en það er að verða í þessum bransa. Það er þannig að við útvegum sorpbrennsluna Funa til þessara verktaka sem er að bjóða í, sem að Funi getur tekið við lífrænu, og þarna er gámasvæði, en það er ekkert að taka við pappa, ekkert að taka við plasti, það er ekki að flokka þetta og senda í burtu. Við fáum engan nýjan aðila inn á markaðinn af því að það er ekki húsnæði til reiðu, og það er enginn að fara að bjóða í til 5 eða 6 eða 7 ára og fara að fjárfesta fyrir milljarð til þess að koma sér upp aðstöðu. Þannig að ég segi það, við verðum bara að horfa til þess á næstu árum, bursið frá því hvað aðrir ætla að gera, að við þurfum bara að koma bara upp góðri aðstöðu, bjóða síðan út reksturinn á þessu, og við leggjum þetta inn í púkið, þannig að þetta sé þá opið fleirum verktökum að bjóða í. Og ég er bara ansi hræddur það, ef við ætlum að gera þetta í samstarfi við öll sveitafélögin, að þá endar þetta bara eins og þegar Ísafjarðarbær byggði Funa. Ég veit ekki hversu margir muna það. Ísafjarðarbær stóð síðan einn eftir, út í miðri á, byrjar að byggja, og allir stukku frá, út af kostnaði. Þannig að, og ég er bara svo hræddur það, þegar þetta fer á 3. stjórnsýslustigið, þar sem að
aðilar er ekki svona fastir við það að setja saman fjárhagsáætlun á hverju ári og þurfa að horfa í hverja krónu og skera niður, að þá getur komið úr því einhver ófreskja eins og mér sýnist Reykhólahreppur hafa lent í. Ég vil ekki lenda í því. Takk fyrir þetta, Jóhann Birgir. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið? Svo er ekki. Þá ber ég tillöguna upp til atkvæða, vinsamlega skefum merki ef þið eru samþykk tillögunni og þetta er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að tíundan máladagskrá, það er efnisnám á Mýrum í Dýrafirði, óskum aðalskipulagsbreytingu. Þetta er tillaga frá fundi skipulags- og mannvirkjanefndar nr. 641, fundurinn var haldinn 14. nóvember síðastliðinn og erum að bæjarstjórn heimili breytingar á aðalskipulagi Ísafjarðarbæjar 2008 til 2020 vegna efnistökusvæðis við Kýrá. Samkvæmt 1. málsgrein 37. greina skipulagslaga nr. 123 frá 2010. Orðið er laust þessa tillögu. Og það er enginn sem hefur beðið orðið, þá ber ég tillöguna upp til atkvæða. Vinsamlega skefum merki ef þið eru samþykkt þessu. Þetta er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að 11. máli, það eru reglur útgáfu stöðuleyfa. Þetta er tillaga frá fundi skipulags- og mannvirkjanefndar nr. 641 og fundurum var haldinn 14. nóvember síðastliðinn að bæjarstjórn samþykki uppfærðar reglur stöðuleyfi. Orðið er laust þessa tillögu. Jóhann Birgir, gjörðu svo vel. Forseti bæjarfulltrúar, þetta er nú bara af því að það er einhver að flýta sér og þannig að þá kemur ég hérna upp og nei, þetta var nú grín. En sko það er nú bara að vera að breyta þessum reglum, þannig að ég ætla nú að reyna að vera fljótur. Sko, ég skil alveg pointið með þessu og ég ger mig alveg grein fyrir því. En það er alltaf það, sko. Það er ekki þá, þetta til kannski ekki bara þessum breytingum, heldur reglunum að, nú ætla ég að fá að opna þetta, það kemur hérna fram að stöðuleyfi sé ekki heimiluð í íbúabyggð og nema að það séu út af byggingarleyfi skyldum framkvæmdum, til dæmis. Ég ætla að finna þetta. Nú, já, þetta er í grein 5, síðasta málsgreinin. Það kemur ekki veitt stöðuleyfi fyrir gám í íbúðahverfi eða frístundabyggð nema fyrir leyfiskylda byggingaframkvæmdir og lóð sé að ræða. Þetta gengur ekki upp því að ef það er fjölbýlishús ætlar að taka gegn húsi á sér og þá kemur verktakinn með kaffiskúrinn sem hún með skylt að vera með samkvæmt vinnueftirlitinu og hann kemur með gám fyrir allt efnið og allt þetta en hann fær ekki stöðuleyfi og ég veit að það stendur þetta eru 2 mánuðir sem hann má og ég veit að þetta er kannski einhver tillingaskítur að menn horfi fram hjá þessu en ef það horfa fram hjá þessu þá kannski þurfum við ekki reglunar. Þetta var eitt sem ég var búin að reka augun í og hitt ég veit ekki hvernig ég á að skýra þetta. Mér finnst sko gámar og gámar. Nú ræddu við það fyrir og var í BB að Tangi og vestfirskir verktaka voru að renna saman í eitt. Svona verktakafyrirtæki eru með fullt af gámum. Þetta eru kaffiskúrar og alls konar gámar sem þeir nota og flytja á sína verkstæði. Þegar þeir eru ekki að vinna slík verk, þá þurfa að geyma þessa gámengsstöðvar. Við erum ekki að bjóða upp á staði til að geyma þessa gáma. Hugsanlega gæti höfnin verið með þetta. En mér finnst einhvern veginn vera pínu munur á kaffiskúra gám hjá verktaka sem er að selja sig út fyrir að byggja eða
einhvað fyrirtæki sem að stækka húsi hjá sér og hafa gáminn við hliðina. Það svona, þá bara byggja og borga því gatnagerðargjöld og síðan fasteignagjöld. En mér finnst hitt vera aðeins öðruvísi. Þetta bara hluti af því að reka fyrirtækið, að vera með slíka gáma. Þannig að, en ég skil alveg pointið að menn og starfsmenn þurfa að vera með einhver reglur til þess að taka á sér gámafæðingu. Ég held hún hafi nú eitthvað lagast, en þannig að, já, þetta það sem að ég myndi eitthvað vilja, ég samþykki þetta örugglega núna, ég myndi svona vilja ytta þetta eitthvað aðeins og nema ég sé að miskila þetta. Takk fyrir þetta, Jóhann Birkir. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið? Bryndís hefur beðið orðið, gjörðu svo vel. Já, góð kvöldi bæjarfulltrúar, forseti bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Bara svo að til að útskýra að það sem er tillaga sem liggur fyrir núna er henni breyting á 7. grein og hún er rauð í skjali sem þið hafið. En þær ábendingar sem að Jóhann Birkir er með, það væri ágætt að fá þær kannski bara sendar þannig að það sé hægt að fara yfir þær inn í fastanefndakerfinu og hjá starfsmönnum. Þannig að það sé hægt að svara almennilega fyrir þetta. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Bryndís. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Svo er ekki, þá ber ég tillöguna upp til atkvæða. Vinsamlega skefum með merki ef þeir eru samþykk þessum breytingum. Og þetta er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að 12. máli á dagskrá. Það er framkvæmdaleyfi í Dagverðardal og orlofshúsasvæði á F21. Þetta er tillaga frá fundi skipulags- og mannvirkjanefndar frá fundi númer 641 sem haldinn var 14. nóvember síðastliðinn að bæjarstjórn heimili útgáfu framkvæmdaleyfis í samræmi við umsókn og fyrirliggjandi gögn. Aðalskipulagsbreyting og nýtt deiliskipulag voru staðfest hjá skipulagsstofnun núna nýlega eða 8. nóvember síðastliðinn. Orðið er laust þessa tillögu. Og það er enginn sem hefur beðið orðið og þá ber ég tillöguna upp til atkvæða, vinsamlega skefum með merki ef þau eru samþykkt og þetta er samþykkt samhljóða. 13. mál á dagskrá, það er FabLab-smiðja í menntaskólanum, beðinu samstarf. Þetta er tillaga frá 12. fundi skóla og íþrótta- og tómstundanemndar. Fundurinn var haldinn 7. nóvember síðastliðinn og er tillagan að bæjarstjórn samþykki samning rekstur FabLab á Ísafirði en samningurinn gildir til ársloka 2026. Orðið er laust þessa tillögu. Og það er enginn sem hefur beðið orðið og þá ber ég tillöguna upp til atkvæða, vinsamlega skefum með merki og þetta er samþykkt samhljóða. Þá er það 14. mál, það er endurskoðun reglna ferli þjónustu 2024. Þetta er tillaga frá fundi velferðarnefndar númer 482. Fundurinn var haldinn 12. nóvember síðastliðinn og er tillagan að bæjarstjórn samþykki nýjar reglur akstursþjónustu. Orðið er laust þessa tillögu. Og það er enginn sem hefur beðið orðið og það ber ég tillöguna upp til atkvæða, vinsamlega skefum merki ef þau eru samþykk. Og þetta er samþykkt samhljóða. Og þá erum við komin í fundargerðir. Það eru alveg bunki af fundargerðum sem eru lagað fram til kynningar og við byrjum á fundargerð bæjarráðs númer 1303. Fundargerðin er í 11 liðum og fundurinn var haldinn 18. nóvember síðastliðinn. Orðið er laust þessa fundargerð. Gylfi, gjörðu svo vel. Forseti bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur, ég tel að það séu nokkur mál í fundargerð bæjarráðs sem þessari númer 1303 sem vert er að vekja máls á vegna eðlis þeirra og þá einkum það að þau munu ekki koma inn til formlegar afgreiðslu strax. Fyrir utan náttúrulega frístundastyrki sem er mál númer 2 á þessari fundargerð. En fyrsta mál á þessari á þessum fundi var samtal sem við áttum við 4 stjórnarmenn í félagi sem hyggst reisa kláf upp á Eyrarfjall
Þessi hugmynd hefur verið til skoðunar í örugglega 20 ár. Ég man eftir að hafa farið á þyrlu þarna 2006 að skoða aðstæður. Ég mjög ánægður með að vinnan skuli halda áfram. Það tafði aðeins málið að þetta var talið vera umhverfismatsskylt og umhverfismatið í vinnslu núna. Það var skrifað undir viljayfirlýsingu árið 2021 af þáverandi bæjarstjóra sem var Birgir að þetta væri með velþóknun bæjarins að þessi vinna héldi áfram og erindi þeirra á mánudag á þessum fundi var að þeir vilja fá nýja viljayfirlýsingu þar sem að þeim þar sem að þeir fá leyfi til þess að byrja að undirbúa deiliskipulags og eftir atvikum aðalskipulagsvinnu fyrir þetta. Við tókum bara vel í þetta og bæjarstjóra hefur verið falið að vinna málið áfram og safna gögnum sem að þarf til þess að taka það ákvörðun í hvað farveg best að setja málið eins og það statt. En þetta náttúrulega ekkert að fara að gerast á morgun. Deiliskipulagið sem að núna í gildi gerir ráð fyrir spennistöð sem aldrei var byggð á reitnum fyrir ofan Hlíðarfellsblokkina. Það var sú spennistöð var sett inn í deiliskipulag þegar að spennistöðin sem var uppi í svokölluðu Hollywood var rifin en það endaði þannig að spennistöðin var sett inn við Skeiði. Þannig að sá reitur ekki notaður undir það. Annað mál sem ég vildi nefna að þarna var lagt fram ársfjórðungsuppgjör fyrir yfirstandandi ár og það sýnir bara mjög fína stöðu og auk þess vil ég benda sérstaklega á mál nr. 5 sem er eignarhald félagsheimilisins á Flateyri. Það hefur lengi verið vilji bæjarins að selja húsið en til þess að einhverjir nýjir eigendur geti farið af stað með framkvæmdir eftir sínu höfði, hverjar sem að þær framkvæmdir getur verið. Bærinn er ekki sérstaklega góður eigandi hús af þessu tagi. Það stoppaði það mál vegna þess að það lá ekki alveg fyrir þinglist gögn eiganda hússins og ef að þið fylgið fundargerð bæjarása þá sjáu þið æsispennandi leynilögreglu frásögn bæjarritara þar sem að hún var að skoða gamlar fundargerðarbækur frá tímanum áður en að einkatölvurnar komi til skjalana og nú er búið að hreinsa upp þessi mál og búið að fá þinglistskjölum að Ísafjarðarbær sé réttmætur eigandi þessa hús. Við á þessum fundi ítrekuðum vilja bæjar yfirvalda til þess að selja húsið. Og við töldum líka að það væri skynsamlegt að söluandvirði yrði nýtt til uppbyggingar á Flateyri eins og gert var með söluandvirði Bakkaskjóls í Hnífsdal. En þar var því fé varið til uppbyggingar á félagsheimilinu í Hnífsdal. Og ég nefni þetta vegna þess að þessi sala mun svo ekki koma til kasta bæjarstjórnar fyrir en talsvert seint í ferlinu til þá loka staðfestingar. En ef að það eru þá einhverjar mjög sterkar skoðunar á þessu og þá held ég að þessi ágætt að þær komi fram með óformlegri hætti svo hægt sé að bregðast við því. Annað vildi ég ekki nefna þessa fundargerð. Takk fyrir þetta, Gylfi. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið? Svo er ekki, og þá er þessi fundargerð framlögð til kynningar. Þá er það næsta fundargerð bæjarráðs, númer 1302. Hún er frá fundi sem var haldinn 11. nóvember og er fundargerðin í 15 liðum. Orðið er laust þessa fundargerð. Og það er enginn sem hefur beðið orðið og þá er hún framlögð. Þá erum við komin að fundargerð hafnarstjórnar frá fundi númer 256. Fundurinn var haldinn 15. nóvember síðastliðinn og er fundargerðin í 7 liðum. Orðið er laust þessa fundargerð hafnarstjórnar. Gylfi. Já, Gylfi. Þú varst að standa.
Forseti bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur, ég var gestur hafnarstjórnar á þessum fundi og við ræddum ítarlega málefni sumarviðburðasjóðs hafnanna. Hann heitir sumarviðburðasjóður núna en stefna en það var sem sagt hann virkaði þannig vegna þess að sú ákvörðun var tekin við gerð fjárhagsáætlunar síðast yfirstandandi árs í lok síðasta árs. Í millitíðinni hefur svo stefna móttöku skemmtiferðaskipa verið samþykkt þar sem að gert ráð fyrir að stofna styrktarsjóð sem hefur talsvert breiðara markmið og hlutverk heldur en sumarviðburðasjóðurinn. Og þessi fjórföldun á sumarviðburðasjóðunum ber að skoða í því samhengi og það er ekki útilokað að það verði talsverð breyting á þessum sjóði en við notum allavega sama bókhaldslykil áfram. Og að honum verði þá falið það hlutverk að ekki bara bæta Ísafjarðarbæ sem viðkomustað fyrir gesti á skemmtiferðaskipum heldur einnig að Ísfirðingar og nærsveitamenn fá að njóta afraksturs, allavega hluta afrakstursins af móttöku þessara skipa. Takk fyrir þetta, Gylfi. Jóhann Birkir hefur beðið orðið. Forseti bæjarfulltrúar, ég er búinn að læra það og það er hægt að nota svona fundagerðir til að koma inn á alls konar mál og þá þetta er svona aðeins að fara yfir þetta því þetta tilheyrir nú höfnin alls saman. Fyrsta lagi þurfum við kannski að skoða fjárhagsáætlun hafnarinnar með tilkomu þessa á að leggja nýtt gjald á skemmtiferðaskipin, þess að 2500 krónur per per gest. En það held ég að miðað við þau gögn sem við vorum með á sínum tíma, það var nú ekki þessari fundagerð en áður, hvað það væri mörg skip sem myndu líklega hætta við að koma til okkar ef þetta yrði. Þannig að við þyrftum nú kannski að skoða það fyrir seinni umræðu. Hitt sem sagt varðandi höfnina og ég ætla nú kannski bara að beina því til formanns hafnarstjórnar að við ættum nú eitthvað að kalla eftir upplýsingum þessa nýju myndalegu höfn okkar sem er búið að setja rúman milljarð í. Því nú er svo komið að hafnarkanturinn fann að síga, komin kannski einhverja 40 cm onni í hafið og svo er maður endalaust að heyra af ævintýrum í höfninni. Nú síðast var rafvirkinn að fara að setja rafmagnstöfluna inn í þessa litlu kompur og töfluna komast ekki inn. Það þarf að saga gat á húsi til að koma rafmagnstöflunni inn. Og ég velti bara fyrir mér hver ber kostnaðinn af þessu og það vill nú bara þannig til að ég var á Patreksfirði og þeir hafa nú verið að byggja hafnarmannvirki og þeir hafa nú bara sett þá kröfu á vegagerðina að stækka þessi hús, þetta er allt og lítið og enn eru við að byggja einhverja pínu lítil hús og við ætlum að fara að reyna að koma hérna rafmagn í skemmtiferðaskipin. Þannig að ég myndi vilja að það er bara að skoða ígrunda hvað þetta muni kosta höfnina að laga hana og hvort að það sé og það er búin að falla væntanlega einhver kostnaður á þessu ári og það væri bara gaman. Við erum væntanlega að fara að gera við þetta á næsta ári, myndi ég halda. Og það vegagerð sem tekur á sig allan kostnaðinn. Þannig að ég myndi óska þess að formaður hafnarstjórnar myndi taka þetta inn á næsta fund og afla sér upplýsinga þetta ef hann veit það ekki nú þegar. Takk fyrir þetta, Jóhann Birkir. Forseti sér ástæðu til þess að minna bæjarfulltrúa á að við þurfum að halda okkur við þá liði sem eru í fundagerðum þó að það sé vissulega mikilvægt að koma inn á ýmis mál sem varða
hinar ýmsu nefndir að þá þarf að fara eftir því sem að kemur fram í fundargerðum og við erum að afgreiða fundargerðinar eins og þeir eru og þá liðið sem þar eru. Svo það sé sagt. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið? Svo er ekki, þá er þessi fundargerð framlögð. Þá erum við komin að 18. máli á dagskrá, það er fundargerð frá sameinaðri almannavarnanefnd Ísafjarðarbæjar og Súðavíkurhrepps. Þetta er fundargerð númer 41 og fundurum var haldinn 29. október síðastliðinn og er fundargerðin í 5 liðum. Orðið er laust þessa fundargerð. Og það er enginn sem hefur beðið orðið og þá er þessi fundargerð framlögð. Þá erum við komin að skipulags- og mannvirkjanefnd, fundargerð númer 641, fundurum var haldinn 14. nóvember síðastliðinn og er í 14 liðum. Orðið er laust þessa fundargerð og það hefur enginn beðið orðið og þá er hún framlögð. Þá erum við komin að skóla, íþrótta og tómstundanefnd, fundargerð númer 12. Fundurum var haldinn 17. nóvember síðastliðinn og er fundargerðin í 8 liðum. Orðið er laust þessa fundargerð. Nanný, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, aðrir tilheyrendur. Það er mikið að ég fæ að tala. Ég er búin að þegja allan tíman. En þá er komið að skemmtilegu liðnum á dagskráni Nanný fær yfir fundargerðir. Þessi fundur var haldinn 7. nóvember og ég var ekki á fundinum, sem að ég var í sumarfrí. En ég ætla nú samt að leyfa mér að fara aðeins yfir fundarefnið. Við erum ennþá að vinna í þessari þjónustusamningu í Hjallastefnuna. Á þessum fundi var það tekið upp og bara starfsmenn hvattir áfram. Ég veit að það hafa verið þéttu samtali starfsmenn íþrótta- og tómstundasviðs og skóla- og tómstundasviðs og Hjallastefnan, þannig að það mál er í vinnslu. Íþróttaskólinn er einnig búið að senda út gögn til íþróttafélagana og kalla eftir afstöðu þeirra til íþróttaskólans. Uppbyggingarsamningarnir, ekki uppbyggingarsamningarnir sjálfur, heldur úthlutunarreglurnar eru klárar og nú veit ég ekki hvort að Bryndís mun ávita okkur, en við ákváðum að við samþykktum úthlutunarreglurnar og svo mun starfsmaður skóla- og tómstundasviðs bara auglýsa að uppbyggingarsamningar séu tilbúnir til umsóknar og við töldum að það þyrfti ekki að setja út reglurnar inn hér af því við erum ekki peninga að ræða, heldur bara verklag. En það getur verið að við þurfum að breyta því, ekki, það er rétt, á að koma hér, að það eru reglur. Þannig að ég held ég sendi það bara tölvupúst á Hafdísi í fyrramáli og beða hann að senda þér. Þannig við getum tekið það fyrir næsta funda, því að það er brýnt að klára þetta fyrir, þannig að sé hægt að sækjum sem fyrst. Ég get því miður ekki sagt ykkur hver hlaut hvatningaverðlaunin því það er ekki búið að afhenda þau. Og svo var gjaldskráin ekki tekið fyrir á síðasta fundi þó það hafi verið sagt í þessari fundargerð. Það hefur væntanlega bara gleymst. Og en á síðasta fundi þá sem var haldinn í fyrradag þá tókum við fyrir 2 mál auk þess sem að ég sat reyndar fund sambandsins kjaramál frá 8 til 9 og fundur skóla íþrótta og tómstundanefndar byrjaði 8:30. Þannig að Hrafnhildur Hrönn var formaður á þeim fundi en þá voru 2 liðir á dagskrá þá og ég fór svo yfir fund sem ég átti með formanni HSVAF varðandi úthlutun tíma íþróttahúsum Ísafjarðarbæjar. Þannig að fleira vildi ég ekki segja núna. Takk. Takk fyrir þetta, Nanný. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessar fundargerð? Svo er ekki, þá er þessi fundargerð framlögð. Þá erum við komin að lið nr. 21, það er fundargerð umhverfis- og framkvæmdanefndar frá fundi nr. 152. Fundurinn var haldinn 7. nóvember síðastliðinn og er fundargerðin í 4 liðum. Orðið er laust fundargerð umhverfis- og framkvæmdanefndar. Og það er enginn sem hefur beðið orðið, þá er hún framlögð. Þá erum við komin að fundargerð velferðarnefndar, þetta var fundur nr. 482.
og fundurum var haldinn 12. nóvember síðastliðin og er fundagerðin í 6 liðum. Orðið er laust þessa fundagerð. Og það er enginn sem hefur beðið orðið og þá er þessi fundagerð velferðarnefndar framlögð. Og að lokum er hér fundagerð öldungaráðs. Þetta er fundagerð nummer 15 og var fundurinn haldinn 29. október síðastliðin og er fundagerðin í 6 liðum. Orðið er laust þessa fundagerð og það er enginn sem hefur beðið orðið og þá er þessi fundagerð framlögð. Dagskrá er þá þar með tæmd. Ég þakka fyrir góðan fund og fundið slitið.